seinni hlutann og atriðin verða bara betri og betri, ótrúlega sagt. Þeir eru mættir félagarnir frá Miðási. Það eru þeir Ópall frá Miðási, Svajarni undan Gaum frá Auðsólfsjálfu og Ósk frá Hestheimum. Það er knappur Guðmundur Friðrik Björgvinsson. Síðan er það Óskar Ingi frá Miðási, undan Flóðri frá Refsstöðum og Ósk frá Hestheimum. Það er knappi Eva Dýrói. Þetta eru Heitnar, Alnaðahestar, Getumviklir. Já, þetta eru alvöru hestar til að kynna þá betur. Ópall frá Miðási, sem að Guðmundur Björgvinsson situr undan Gaum. Það er lotið 8.31 fyrir slökulag og 8.91 fyrir hæfileika. Þar af er 9 törn, stökk, vilji og þeir voru í reið. 9,5 fyrir brokk og skeið. Nú Eva situr á Óskar Hring, sem er undan Hlóð frá Refsstöðum, Flóðri frá Refsstöðum. Hann er með 8.24 fyrir slökulag, 8.59 fyrir hæfileika og 8.45 í aðalflokki. Það er ekki nóg, því hann hefur farið í 8.73 í A-flokk, 8.57 í B-flokk, 6.90 í þinngang, 6.80 í fjórgang og 6.73 í tölving. Og ég haldi áfram. Sem sagt, þessari langlöngu, þetta eru magnaðir hestar og ekki síðri knappar. Ósk móðir þessara hesta er fyrst og verið Rissa, langræktu úrvalsrissa undan Gusti frá Grund og Orku frá Sauðárkróki, sem var undan Hervari og Hrafnkvætti frá Sauðárkróki, dóttir Síðu, dóttir Ragnarsbrungu. Þannig að hér, þessi ræktur stendur ekki á óstöpunum grunni, en fyrir alvöru hestar og alvöru fólk og alvöru ræktendur í Miðási. Nú, hann Ópall, hann verður til afnóta á Suðurlandi, nánar tiltekið hjá Hrossaræktarfélagi Hrunamannshrepps. Ef þeim langar að ríða hratt Hrunamannaræktin og ná að smala almennilega einu sinni, þá skulle ég nota hann Ópall og koma svo á Nóri og keppa á hestunum. Alvöru hestar hér, Ópall og Óskar Hringur. Löpum fyrir Ásturbekku og Gísla í Miðási. Og það vantar ekki rýmið í Gaumssonin, hann Ópall